Góðan daginn. Núna er ég að taka mig til fyrir vinnuna. Ég var eiginlega bara að vakna, búin að fá morgunmat og búin að þvo mig í framan. Nú fæ ég að gera make-upið mitt og ég ætla að vera að fylgjast með því. Það byrjaði á svona primer frá e.l.f. Og á meðan er ég bara að segja ykkur, ekkert segja ykkur neitt, ég ætla að svara spurningum sem þið setja inn í spurningabóksið sem ég setti inn á Instagram og líka á TikTok story og ég ætla að svara þeim spurningum. Fyrsta spurning er, hvað ertu gömul? Ég er 26 ára, ég var það 11. janúar. Næsta spurning er, hvaða ár ertu fædd? Ég er fædd 2000. Uppáhaldsdýr myndir hundur. Ég hef átt 2 hunda, eða já, 1 hund núna og ég átti 1 annan sem heitir Kosi, hún á einn aðra og svo hef ég átt kött sem heitir Lotta. Ég er ekki hrifin af köttum. Næsta spurning er svo að sjá. Hvað skóla varst í? Ef hún ætlaði á grunnskólann þá var ég í Sandgerðisskóla. Svo fór ég í Guðbjörg og svo kláraði ég í Fjarnámi. Næsta spurning. Uppáhaldsmatur mín er pizza og sennilega grjónagrautur. Já, sauðgrjónagrautur. Hvaðan er nafnið Tanja? Hef heyrt að það sé rússneskt. Já, það er rétt hér, það er rússneskt. Uppáhaldsmatur, ég er búin með hana, sjá. Hvað er þér fimleika í mörg ár, spyr einin það. Ég hef fimleika í 6 ár. Ég hætti þegar ég var 16 ára. Hefur eftir eitthvað aðra íþróttir en fimleika? Já, þegar ég var lítill, þá æfði ég fótbolta, ég æfði handbolta, en ég svona festist ekkert í þeim sundjú. Ég festist ekkert í þeim íþróttum. Fimleika var eitthvað sem ég festist í og varði eitthvað í að viti. Það var bara eitthvað svona 1-2 árið eitthvað fótbolta og handbolta og sundin þetta var ég alveg í nokkur ár. Hefur alltaf búið í Sandgerði? Já, ég hef alltaf búið í Sandgerði. Já, ég flytti það þegar ég var 1,5 árs. Það er allt sem ég man eftir verið búið í Sandgerði. Hvað er áhugamálið mín? Áhugamálið mín eru fimleikar, ljósmyndun, prjóna. Það er alltaf það helsta. Hvað vinn ég? Ég vinn við að vinna í búð. Vinn í Jösku í Keflavík. Hefur unnið á sama stað í mörg ár. Þetta er 4. árið mitt. Ég er búin að vera 4 ár núna í júlí. Þetta er bara að vera búið. Hvað gerir á daginn? Eiginlega bara vinna. Hitti vingur annars slagið, svo fara ég að vinna, vera ræktina. Já. Hvað æfir oft í viku? Ég æfi 4 sinnum í viku. Hvað fæði neglur? Ég fæði neglur hjá Öllu sem á manicure á Íslandi. Hún er rosa fín. Uppáhaldsstaður á Íslandi. Uppáhaldsstaður minn er Akureyri eða Vopnafjörður, verði ég að segja. Við vorum rosa mikið á Vopnafirði þegar ég var yngri. Á meðan amma og afi voru á lífi. En svo hef ég ekki farið þar alveg núna í 6 ár. Og ég sakna þess alveg. Ég hugsa alveg oft um það.
Og svo Akureyri, það bara því að allt fólki veit þar. En mikið af fólkinu mín allavega. Myndirðu vilja búast annars staðar en á Suðurnesjum þegar verið að búa sjálf? Ég held ekki, sko. Ég á allt mitt hér. Fjölskyldu og vini og... Já. Ég var alltaf einu sinni að pæla í að flytja á Akureyri. Ég er hætti það. Svo er með spurningina sömuleiðis, hvernig langaði að flytja til útlanda? Nei, ég fæ enga þörf fyrir það. Svo næsta spurning. Hefurðu verið í sambandi? Já, bara eitthvað svona stuttum, ekkert eitthvað svona sem farið eitthvað mikið úr. Já, svo veit, já, ekki sem var neitt úr. Framtíðarplön næstu 5 árin. Ég eiginlega bara veit að ég kannski eru komið með maka, mögulega börn. Kannski flytja heiman, en það er allavega ekkert svona fast. Hefurðu farið til útlanda, spyr ég hér. Já, ég hef farið til Glasgow með mömmu og pabba 2016. Svo fór ég með fimleikunum 2014 til Svíþjóðar á Júlekin. Spilað fimleikahátíð og þá fór ég líka til Danmerkur, eða sko flug til Danmerkur og fór sem lesti til Svíþjóðar. Fór svo tilbaka, eða leiðin heim, þá fór ég aftur til Danmerkur. Fórum 10 líðar áður og flugum heim. Það var ótrúlega skemmtileg ferð. Eitthvað sem ég lifi á ennþá í dag. Og það er alveg sko 12 ár síðan. Það voru 12 ár síðan ég og 14 ára, ok. Já, líka gaman að segja frá því. Það voru líka 12 ár á morgun sem ég fermdist. Já, það er kannar orðin gömul. Hvað gerur hefðbundinn degi í vinnu? Ég fylla búðina. Ég afgreiði fólk sem kemur inn. Ég er að kassa. Svo ég bara til þess að búðin sé snyrtileg og fín. Gaman að vera þjónustustarfi. Já, svona heilt yfir. En auðvitað koma alveg erfiðir dagar og alls konar mál sem þarf að leysa sem alveg miskrefjandi og reynir alveg mismikið á andlega hliðina hérna. Þeir vita sem vinna í búð hvað ég er að tala um. Uppáhalds árstími, sumar. Það er að segja ef maður fær eitthvað sumar. Ef það ekki verið rigning og súld. Eins og búið núna, það komið sko 10. maí. Og veit að svolítið snemmt en þá, en samt. Það er búið að vera rigningar og skítakalt. Og bara svona sól stundum. Þá er það búin að glugga yfir, það er ískalt. Og út. Ég er endurlega bara allt við úlpu yfir eitthvað sem er alveg fín að glata með að sumar er svo stutt þetta á Íslandi. Það finnst mér bara að vera gott veður alveg frá því maí. Horfur á fótbolta. Ekki það oft svona annað slægið stundum, en ekkert eitthvað að viti. Ertu hrædd við eitthvað? Ekkert sem ég man eftir. Kannski fólk sem er ekki alveg gengur alveg heilt í skóga og er svona
eltast við þig eða, já, gera þér eitthvað þannig fólk bara. Þarna henn sem dettur í hug. Hvað fer þér rækt í viku? Ég fer 4 sinnum. Finnst þér betra að vera heima á æfingu eða í ræktinni? Heima. Ég geri eiginlega frekar bara æfingu mína heima núorðið. Alltaf að fara í ræktina, en svo núna já, eiginlega heima. Stundum í sal, en já, eiginlega alltaf bara heima. Finnst þér betra að vera heima eða út af lífinu? Heima. Ég er svaka heimakær. Hefur unnið annars staðar en JÍSK? Í leikskóla og þetta í bæjarverðina. Ég skal vinna fyrsta álöflurvinna mér sem er eitthvað við hafnabökkum alltaf eða við álöflurvið. Það var bara tímabundið á meðan að ég fekk enga vinnu. Já. Áttu fellisíðhúsbíl eða tjaldvagn? Ekki lengur svo áttum húsbíl. En við erum búin að selja hann, sjá. Þannig við erum bara heimilisbíl núna og bílum gistingar. Það sem við erum. Förum rosa, ef við förum eitthvað, förum við eiginlega bara norður. Já. Uppáhaldsbloggarar, tiktokarar, instagramarar, uppáhalds youtuberi er Arna Petra. Ég horfði rosa mikið upp til hennar og hefur fylgst með henni bara nánast þegar hún byrjaði. Það uppgötaði hana allavega. Og á TikTok fylgist ég rosa mikið með Marjulíf, Piano, Hörpulind, hvað er þetta með fyrir í hug? Helenu Birnu. Það er bara nýfælt að fylgja henni eftir að þær byrjuðu með podcastið hún Marjulíf hann að bak við tjöldin. Það var það ekki með Helenu, ég vissi ekki hana áður. YouTube er líka að fylgjast með Andreu Guðný, líka á TikTok og Instagram, eða bara öllum þessum veitum. Og líka Danna TH. Já, og það er svona helsta sem ég man fyrir að höfum mest á. Rafnhildi Heklu, ég líka verið að fylgjast með henni. Hún er bæði á TikTok og YouTube. Og gaman að segja frá því að bæði Arna Petra og Andrea Guðný, það er hvatning mitt til þess að byrja á YouTube. Gera þessi vídeó sem ég er að gera hér. Það er gáð mér tips and tricks til þess að byrja. Magnað var alltaf búið á sama tíma. Það er glada. Uppáhaldsdrykkur hérna, spyr einn. Uppáhaldsdrykkur. Það er ekkert mikið fyrir að drekka gos. Þannig ég myndi bara segja toppur. Skóberry toppur. Svo er ég bara rosa mikið bara í vatninu. Og basic hér. Uppáhalds áfengi, kokteil vil ég segja. Ég er ekkert, já ég held sem kokteil. Þessi kokteil er mjög góður. Ef ég mætti fara til útlanda, hvert sem er, hvert myndi ég fara? Þessi er bara að
til Svíþjóðar eða Glasgow. Glasgow sem það var alveg svo gaman. Langar alveg að fara þannig ferð eftir, en það stendur ekki alveg upp á því núna. Þannig að það þarf að bíða fyrir tíma. Ekki COVID, þegar það var í gangi 2020 til 2022 cirka. Já, COVID. Og við áttum við allan ekki að einu sinni, ég held þess að allan einu sem ég veit Hvað ár útskrifaðist ég framhaldsskóla? Ég útskrifaðist 22 eða 3, ég man það ekki. Ég hef ekkert farið meira í skóla eftir það, ég fekk svo bara vinnu. Ætli ég útskrifast 21 held ég, því svo fekk ég vinna í 22. Það hefði ekki verið eitthvað þannig, ég var ekki alveg áraðvöldan. Hvernig bíl áttu? Ég á Citroën. Og ég er rosa ánægð með hann. Það er fyrsti bílinn sem ég á. Ég var alltaf á Nissan Juke sem mamma og þau áttu. En já, það er mjög ánægð með þennan. Bíður tónleik. Já, afsakið ég. Hvert ætlar að fara í sumar er eitthvað planað. Ég er vonarlegur á Akureyri eftir 2 vikur. Ég get eiginlega ekki beðið. Ég hef ekki farið norður alveg í alveg ár. Það er eitthvað sem ég veist rosa gaman. Hvað? Að sjá, hvað er þessi spurning? Uppáhaldslitur minn er fjólublár og bleikur. Ég vil fara einhvers annars staðar í neglur en hjá Öllu. Já, ég hef farið stelpu sem heitir Katrín Júlía, en hún er hætt að gera neglur. Já, svo fór ég bara til Öllu eftir að hún hætti að gera neglur. Ertu með bíabgel eða framlengingar? Ég er með framlengingar. Ég byrjaði á bíabgel alveg í nokkuð skipti. Svo langaði mér svo að prófa framlengingar með sofa þar. Þannig ég ákvað að gera það. Við erum með framlengingar síðan í desember. Afsakið ég er að gera svona augabrýrnar. Við þurfum aðeins að kíkja í speilin. Já, svo kemur draumadagur. Draumadagur. Það sé ekki bara að vera með vinum og fjölskyldunni. Já, eða tíma með vinum og fjölskyldu. Það fyrst sem þetta er í hug.
og því. Ég þarf þetta ekki svona. Já, næsta spurning, höldum áfram. Langar þér að vera stór samfélagsmiðlum? Það ekki bæð. Ég bara meira að gera þetta fyrir minningar. Og þess að það alveg gerist, þá gerist það bara. Nei, það ekkert svo til aðbúli. Uppáhalds fatamerki eða fatabúð. Ég versla flest fötum mín í New Yorker. Þessi peysa New Yorker, þessar buxur New Yorker. Og allir sé ekki þessi vinnaból líka, sem er í. Já, flest fötum New Yorker eða H&M. Ég einstaklega þegar ég keypti í Kappal, nýju búðinni. Og Lindex. Og já, svona helsta. Einu sinni í Kína, tryggott. Ekki nógu dugleg, hvað það var. Það alveg flott þetta, sko. Uppáhalds íþróttavörumerki. Ef hún er að tala föt, þá Define the Line. Eða N-Fitness. Define the Line er samt búið að tókna núna alveg í einhver ár. 2-3 ár. Virkilega flott föt frá henni. Lína Birgittu. Hún veit alveg hvað hún er að gera í þessum efnum. Uppáhalds skómerki, þessi ekki bara Skechers, mér finnst það ræðilegir. Já, ég vinn rosa mikið í þeim. Já, það er svona helst, eða Nike. Já, það er svona helst það. Langar þér í dýrar töskur? Nei, ég hef ekki þörf fyrir það. Drekkur kaffi? Nei, ekki endur. Ég hætti. Ég drakk alltaf kaffi, en svo fór það ekki vel í mig. Þannig ég hætti því. Það er bara kaffinu mitt annars þar. Já. Núna er ég bara ekkert langt eftir að þægja mig. Setja með maskara næst. Já, alltaf tilfellið að taka eina make-up-spurningu. Uppáhalds make-up bara. Það er þessi námskrei. Það er hérna. Eða þessi hérna. Það er ekki þessi með lit. Ég kann svona hlæfiðan lit. En ég svörtum þessi námskrei bestur. Og þessi bronzer. Svo séð að hann er alveg að vera búinn. En hann er mjög góður. Gaman að segja frá því að ég fékk svona spöng í Krónunni. Ég var fleiri að leita á svona, þetta er eitthvað inn í dag, allar áhrifavaldaskvísur með svona. Það bara vegi eftir að greiða mér, þannig ekki dæma hárið. Það fór að vera með spöng þannig í dag. Hoppa aðeins upp. Hvernig er mest að gera í rúmfá? Svona nóvember, desember, þegar jólin eru að koma. Það var alltaf
bara jóla eða eitthvað svo. Sjáu hvað hann er axli flottur. Hann er srúlitaður, en hann fyrir mér ekkert svaka vel. En ég er alveg að klára hann á þann. Kaupa sérlega ekki aftur samt. Ég er að klára hann fyrst ég er búin að eða pening í hann. Hvað er þetta að prjóna núna? Ég er að prjóna potabólar. Svo var ég að prjóna jólagjafir sem ég ekki alveg sagt frá hvað er. En ég er bara mæ, en ég er samt byrja jólagjöfunum. Þá bara hafa ég nógu tíma til að gera þér. Ekki neinu stressi þá varandi það. Kanntu að hekla? Ég kunni það, en ég hef ekki gert það í einhver ár. Lærði það eiginlega bara í grunnskóla og hef ekkert mikið gert það eftir það. Mér finnst skemmtilegra að prjóna. Og mér langar eiginlega bara ekkert að hekla sko. Svo er prjóna spurning. Hún er hvort ég hef gert hárböndin sem voru loðnu hárböndin sem eru rosa mikið í tísku núna. Já, ég gerði alveg nokkuð þannig. Veitt fyrir mig sjálfa. Það var rosa gaman að prjóna á sig hvernig. Mæla alveg með því og örugglega þarf að prjóna eitthvað meira og liðsetja meir. Svo er önnur spurning, hvar ferðu í augabrúnir? Ég fer til stofuna Vallý, Garðinum. Það eru rosa fær þar. Hvar væri að vinna? Verður ekki að vinna í Jysk. Ég hef ekki hugmynda sko. Ég stakk þeirra bara í hendurnar á mér því ég var að leita. Þannig að mér líður bara þó nokkuð vel þar. Þannig að ég er ekki að leiðina að hætta. Það var ekki eitthvað. Breytist. Kemur augnablik. Söngvari er henni að spyrja Jóhanna. Hann veit ekki hana bara þegar hún var 18 ára og fór í Eurovision. Það var svona fyrstu kynnin mína. Ertu í einhverju sambandi við strákinn sem þú varst að passa þegar þú varst að gera vlogg síðast fyrir einhverjum árum? Nei, því miður er ekki að passa þá bara skildu leiðir sko. Það er alveg sorglegt að fylgist með honum inn á samfélagsmiðlum eða þessum foreldrar hans hitinn en annars, nei. Því miður skildu eiginlega bara leiðir því að ekki að passa. Hann er líka fluttur og ekki tíma lengur frá Suðurnesjum.
Draumafrí með vinahóp. Fær útilegu. Það er útilega sem ég fær útilegu á tjaldstæði til að sigubúða, spjalla. Það var bara kósí heima. Kósí heima, ég meina kósí í bústaðnum eða í tjaldstæðinu eða þar sem við erum. Ertu jólabarn? Já, ég elska jólin. Og það minnkar ekkert með árunum. Sumir segja að það gleður en nei, þetta minnkar ekki meir sko. Afsakið, ég er smá einbeita mér hérna. Smá með maskara, það fá hann ekki upp í augun. Uppáhalds kokteil, karmelu eða raðbera. Uppáhalds ísbúð, Uppvís. Elska Uppvís. Uppáhalds skyndibiti, Dominos eða Dorsmann í Keflavík. Sem sagt pizzur. Já. Já, þá er ég að vera komin andlit. Þá er þetta bronzers. Setja á bara með svona fyrst á. Sölskítur, spurstufinn. Þýrilla nenni ég ekki að þrífa hann, en ég veit ég þarf að vera því. Það er ekkert mál þegar maður nenni. Sýna ykkur þegar ég er búin að setja á mig. Bíðið eitt augnablik. Hérna, alveg nánast búinn að setja á. Það er aðeins að dreifa betur úr honum. Ég ætla að svara fleiri spurningum með hann. Uppáhalds hárvörur. Það sé ekki bara lífæring. Nei, ekki, ég skal sýna ykkur hann eftir þegar ég greiði hárið. Það sé ekki bara hún. Hún greiði hárið bara svo högt. Annars er ég ekkert mikið að sýna eitthvað í hárið á mér. Ekki þannig séð. Það er eiginlega bara að setja þessu lífæring næringu. Tekur við hárvitamin, spreyjum til að vera það hvað eftir þessa hárumræðu. Já, ég tek eitt frá Hálfólíum, þetta er svona gúmí. Þau eru ótrúlega góða bragðið, þannig að ég byrja bara svona eins og nammi, heldur en vítamin. Þetta er svona bragð af vítaminum. Og maður ekki gleyma hálsinum, þegar annars fær hann grímu og mér finnst það svo ljótt.
Hvar kaupi ég fyrstu make-up-vörurnar mínar? Var í Krónunni sko. Eða Hagkaup. Ég panta bara þessum augaverslunum í Hagkaup. Fer ekkert oft í bæinn, þannig að bara Krónunni. Hagkaup náttúrulega ekki hérna á Suðurnesjum, þar sem ég bý. Hvar fyrstu þið eyrnarokkar sem voru með þessa hérna? Ég pantaði það frá MyLetra. Ég á að fullt af skartgripum frá henni. Það eru mjög pretty. Mér þess að gefa henni, gaf mömmu hálsmenn í jólagjöf í fyrra. Hún er rosa ánægð með það. Ég vildi alltaf vegna með Vilma Hólaþutt. Nei, ekki þá, en mér langar alveg að prófa þau. Það er ekki ennþá komið mér í átt á þannig. Kannski verða það jólanáttutin í ár, sjáum til. Kaupa alltaf nýja náttut fyrir jóli. Það sjáum munin á manni, það finnst það að sé fransar. Það er svona jafna lit. Já, þannig ég spáði að segja þetta bara gott í bíl allavega. Það er ekki bara fyrir spurningar. Það voru frekar langt. Við varum að klippa þetta vídeó og posta þessu bara fljótlega. Takk fyrir að horfa.